Má bjóða áhorfendum nýja 4 herbergja íbúð hér í fjölbýlishúsi við Reynimel fyrir 6.800 krónur. Þetta var árið 1967 og hljómar mjög vel, en við skulum skoða þetta í réttu samhengi. Munum að árið 1967 voru árslaun verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna í Reykjavík 240.000 gamlar krónur eða 2.400 nýkrónur. Þannig að það þurfti tæplega 3 árslaun til að eiga fyrir íbúðinni sem kostaði 680.000 gamlar krónur eða 6.800 nýkrónur. En í maí árið 1965 komu 70 félagsmenn í málfundafélaginu Óðni saman og stofnuðu byggingasamvinnufélag verkamanna og sjómanna. Fyrsta verkefni þess var að reisa fjölbýlishúsið að Reynimel 88-94. Þessi húsbygging vakti mikla athygli á sínum tíma vegna þess hve tekist hafði að byggja ódýrar íbúðir í húsinu. Í því voru 38 íbúðir, 4 2-herbergja, 24 3-herbergja og 8 4-herbergja. Takið eftir því að eldhúsinnréttingar og einföld tech-húsgögn í íbúðunum eru einmitt svo mjög í tísku í dag. Hvert er áætlað kostnaðarverð íbúðana í þessu húsi, til dæmis 4 herbergja íbúðana? Við gerðum okkur vonir að það myndi ekki fara yfir 680.000 krónur. Þó þannig að viðkomandi eigandi, hann rúlar málingunni sinni á sjálfur, en málningin er innifalin í verðinu. Það er ekki dúkar á gólfum og það er ekki skápur í svefnherbergi. Hafið þið beitt einhverjum nýjum aðferðum við byggingu þessa hús? Nei, við höfum nú ekki beitt neinum nýjum aðferðum. Þetta er slegið upp á venjulegan máta, þannig að það eru bara trésmiðir úr Trésmiðjafélagi Reykjavíkur sem að slá þessu upp á venjulega máta og fá sitt venjulega uppmælingakaup fyrir. Já, eins og aðrir iðnaðarmenn sem hafa við alveg þetta hús sama, unnið. allir aðrir iðnaðarmenn sem að vinna við húsið, þeir eru á sínum töxtum. Hafa eigendurnir lagt fram mikla vinnu sjálfir? Þeir hafa lagt fram töluverða vinnu og hún er aðallega í því að rífa, það byrjaði nú á grunnunum á sínum tíma að hreinsa til undir fyrstu mót og síðan að rífa allt innan úr eftir smiðina. Já, ég sé að byggingunni er nú ekki alveg lokið, en hvað hefur bygging þessa hús tekið langan tíma? Hvenær hófst hún? Hún hófst mánaðamótin ágúst-september 65. Félagið stofnaði í maí vorið og haustið að þá byrjum við þessar framkvæmdir hér. Hvað myndi svona íbúð kosta í dag? Í dag myndi ég skjóta á íbúð hérna myndi vera svona 21-22 milljónir. En miðað við það sem að fólk var að fá í laun á mánuði, þá var þetta kannski ekki svo ódýrt? Nei, fólk þurfti að hafa meira fyrir þessu, þá var miklu verri lánafyrirgreiðslu og annað og þannig að þetta var miklu erfiðara raunverulega fyrir fólk að gera þetta. Og svo tók fólk meira þátt í því sjálft, er það ekki, að byggja? Almennt þá tók fólk íbúðina hrárri á, tók átt yfirleitt fokhaldari að tilbúin til tréverk og vann þetta mjög mikið sjálft eða með kunningjum og vinum. En þetta eru eftirsóttar íbúðir enn í dag, er það ekki? Já, þessi markaður hér hefur alltaf verið stabíl og góður. Þannig að þrátt fyrir lægða fasteignamarkað myndir treysta þig til að selja íbúð í þessari blokk? Já, ég þyrfti að hafa einhver tíma til þess. Ég myndi nú ekki lofa þér að gera það á morgun.